Jæja, góðir áheyrendur, velkomnir í þátt númer 128 af sjónvarslausum fimmtudögum. Það styttist heldur betur í þingsetningu. Í dag við erum að taka hér upp á fimmtudagskvöldi. Það er þingsetning á þriðjudaginn, stefnuræða forsætisráðherra á miðvikudaginn. Þingmálaskrá birtist okkur í hádeginu á mánudag. Svona ef að ríkisstjórnin ákveður þetta árið að fara að þingskaparlögum varðandi birtingu þingmálaskrár. Heldur að þau látið sér skammirnar í fyrra eða núna í febrúar að kenningu verða hvað það varðar að fara eftir gildandi lögum? Ég myndi maður getur veðjað það í ljósi reynslunar. Það er Þessari ekkit örugt. ríkisstjórn er lítið gefið um hefðir og almenna reglur, jafnvel lög stundum. Já. Og virðast á Eh, köflum sko líta á sig markmið að svona Já, já, setja sér ný þannig að viðmið, sína, nýjar reglur, já, já, nýjar hefðir. nú séu komin nýjir stjórnendur, sko, sem að séu Ég á, ekki bundnir af því sem hafi gerst í gegnum tíðina. Þetta er mér nú ég á ekki þetta, beinni svona lýðræðislega nálgun, en nei, nei, við sjáum hvað ég, setur. ég á þetta, ég má þetta, það Já, já, hefur verið takturinn. Það reyndar, sko, kom mér á óvart að eftir allt sem ágekk í júní og júlí, að nú erum við semst á morgun föstudag er fyrsti fundur þingflokksformanna með forseta eftir að þingið sprakk í loft upp þannig í júlí. Ég hafði nú svona freka reikna með því að það er eitthvað reynt að bera klæða á vopnin svona fram að þingsetningu en þessi tímasetning fyrsta fundar, hún bendir ekki til þess að menn ætli að draga neitt lærdóm af síðasta þingvetri. nei, nei, en samt heyrir maður á viðtölum við stjórnarliða. Þeir ætlast bara til þess að stjórnarandstaðan hagi sér vel og það að haga sér vel að þeirra mati er bara að samþykkja það sem við gera. Já, 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 það er, og það er nú aldeilis byrjuð að koma í ljós það sem var verið að vara við meðal annars í veiðigjöldunum og fleiri málum en kannski aðalega veiðigjaldamálinu vegna þess hversu mörg af vondum málinu þeirra síðan dóu þarna í þessu þegar þeim sveldist á sjálfum sér þarna undir lokin. En því Já, já. miður eru svona allt sem bendir til þess að áhyggjur manna af málinu hafi verið réttmætar og við sjáum uppsagnir víða og maður heyrir enn að ágerast þá stöðu sem að var byrjað að segja frá þarna áður en að málið er samþykkt að hvað varðar nýsköpun, fjárfestingu, þróunarverkefna þess áttar, allt fer þetta auðvitað í hægagang. Já, já, og það var varað við þessu í allmörgum ræðum Já, og reyndar bent á líka hver viðbrögð þeirra yrði þegar að spárnar myndu reynast réttar. já, já, Það hefur komið á daginn líka, það er bara allu öðru kennt og því haldið fram að þetta hafi ekkert með þessar gjaldahækkanir að gera, jafnvel þótt þær muni setja sum fyrirtæki undir núllið. mm, Og svo kemur atvinnuvegar ráðherra og segir, já, hvernig getið þið haldið þessu fram? Gjöldin er ekki eins og komin til ennþá. Gerir atvinnuvega ráðherra sér enga grein fyrir því hvernig fyrirtæki er rekið? það virðist ekki vera og sem að er magnað því að ráðherrann kom úr atvinnulífinu en það er Já, einhvern svona samingi hlutana sem virðist hafa rofnað þarna einhvers staðar á leiðinni og sama má mhm, segja um Daðam á Kristófersson sýnist mér svona miðað við hvernig orð hans hafa legið gagnvart þessu máli og fleirum undanfarið. já, já. En hvernig ertu svona að nýta síðustu dagana áður en að þing kemur saman? Ertu í sveitinni eða? Fyrir sveitinni og svona undirbúa fjörið Já, það er nöðsynlegt sem og sem að hefst fyrir alvöru, já, þriðjudag, já, miðvikudag. svona miðvikudaginn. Þú Já, verður með ræðu við stefnuræðuna. já, ég ger ekki ráð fyrir því. Jú, það er Uh, og þetta byrjar fyrir áhugasama. Hvað er þetta, 1950, er það gefilegt? jú, 1950 minnum með tíminn sko og Já, og þarna verður sem sagt þú það eru tvær ræður sem að við erum með sko og þetta verður ég hef svona lúmskan grun það að þetta verði skemmtilegur áhugaverður
áhugaverð kvöldstund þessi stefnur því að ég held að núna Mhm. muni svona gríman falla. Það verður áhugavert að sjá sko með hvaða hætti Flokkur fólksins verður dreginn áfram á asnaeyrunum núna. Sko, ef ég man rétt, þá var eina máli sem Flokkur fólksins náði í gegn í fyrra, það var á síðasta þingi, það var breyting á nafninu á, býtum við talmeina, það var einhver meinlók í mig núna akkurat hvað það heyri, en það var nafnabreiting á stofnun sem engu skipti í raun. Öll svona efnislegu málin þeirra dóu. Og ég hef nú bara verið að Já, velta já, fyrir mér, sko, var það bara planið allan tíma? Þarna fær Inga Sæland bara 3 þægilega ráðherrastóla fyrir þessi 10 atkvæði sem hún skilar í þingsal hverju sinni og svo yrðu þau bara teimt og asnaðir án einn þingringin í einu og endanum verði orðið of hjákallegt fyrir Ingu að stíga frá þessu þannig að Þorgerður og Kristrún bara treysta á að hún malli til loka kjörtíðanbilsins og láti þetta allt saman yfir sig ganga og þetta með þessu svíki fullkomlega þá sem hún var svona lofaði mestu sem eru eldri borgarar og öryrkjar. já, ég held þess mikið til í þessari kenningu hjá þér. Ég hugsa að það hefði rætt þetta sérstaklega og sannfært sjálfa sig að þær gætu nú alveg haft stjórn á yngoflokki fólksins og selt þeim eitthvað þegar þau væri komin inn. Mm. Það þætti þeim svo gaman að vera komin í Já, já, ráðherrastól og með ráðherra bílstjóra að það yrði alveg hægt að halda þeim innan girðingar. En, akkurat. en Inga náttúrulega nálgast þetta á sinn hátt, bara með því að segja hluti algjörlega út í loftið uh, og eigna sér önnur mál, þar með talið núna nýverið, þetta örorkumál, Það var nú bara sem að beinlíns ósvífið hvernig hún nálgaðist ósvífið það. heldur betur, Það er en ekki bara ósvífnin það er ekki hefur bara það hún skilað eigi því. ekkert í því, Nei, nei. ekki bara það hún eigi ekkert í því, heldur var sko Flokkur fólksins eini flokkurinn sem stutti ekki viðmálið sko á síðasta kjörtímabili Já, já, þegar það var samþykkt. en margir er ekkert að setja sig inn í þetta og Inga og Flokkur fólksins spila svolítið inn á það. Ég finnst að margir sem að halda eftir útsendingu Ingu frá tenni eða hvar það var og yfirlýsingar hennar á kynningafundi að, að þetta sé nú bara komið frá Flokki fólksins sem eins og þú Já, segir er sko þverst á raunveruleikann. já, já, akkurat. En sko En þetta er svona kannski maður er aðeins að taka hattinn ofan fyrir svona ósvipni í pólitík. Þetta er þetta já, við höfum nú reynt að forðast slíkt en hvað, fær maður eitthvað fyrir það? Ég veit það ekki, kannski Nei, bara það virðist ekki vera sko. Það að Inga Sæland ná að innheimta hrós á þessum grundvelli já, þetta sérstakt afrek og já, já, kannski svona undirstrikar að einhverju marki sko hverslas frípassa hún hefur gagvart fjölmiðlum. Við sáum þetta í já, já. kosningabaráttunni það sem engra gagnrýnna spurninga var spurt og síðan heldur það bara áfram. Mhm. En þetta er nú það sem ég svona mér þykir áhugaverðast að sjá, sko, hvenar frumvörp ráðherraflokks fólksins, hvernig þau verða tímasett. Núna til Já, dæmis, það birtist frétt á vef, innviðaráðuneytisins síðasta föstudag, varðandi byggðakvótan, sem sagt 5,3% pottin og aðra þætti sem sagt byggðakvótan og línuívilnun, strandveiðar, rækjubætur, skelbætur og fleiri þætti. já, Og þar er bara farið í það að jú, við ætlum ekkert að gera í þessu. Ég ætla að leggja fram frumvarp á næsta ári þar sem ég útskýri hvernig ég ætla að ráðstafa þessu öllu og bla bla bla. En það hitti bara þannig á að sko fiskveiðiárið byrjaði á mánudaginn síðasta. nefnt. Manni bara fallast hendur yfir svona dellu. Þetta er bara eins og þegar Inga Sæland ætlaði að sleppa því að skipa stjórn Tryggingastofnunar bara því að hún ætlaði að fá samþykkt frumvarp einhvern tímann í framtíðinni sem breytti þeim reglum. Þú veist, þessi ráðherrar verða að fara sko vinna samkvæmt gildandi lögum. Það er bara einhver svona, ég meina sko borgurónum er það uppálagt bara að viðlagri refsingu. Já, já, en eins og við rættum hérna í upphafi, þessi ríkisstjórn er sér á parti. Það gilt ekki sömu reglur fyrir hana og aðra.
hún er svo spes. Já, já, hún er svo spes. Það er þannig. En þetta verður á nokkur svafa, ég er viss um það að ríkisstjórnarflokkarnir og flokkur fólksins þau mun nú sennilega svona einhvern veginn ná að olbúa sig í gegnum þessi fjárlög en ég held að þau næstu verði þeim fjandi erfið en núna fyrst um sinn er það eina sem skiptir máli er aðhaldi í ríkisfjármálum til að slást við verðbólgu og vexti Já, já. verðmiðin Það fyrir er það sem að það. Kristrún sagði fyrir kostingar Já, já, með sleggjunni og sinni, hefur nú gúmmísleggjunni. aðeins gana komið á daginn. Já, já. En nú er bara vextalækkuna ferlið bara stopp. Og það er ekki bara Já, stopp heldur, Seðlabankinn segir bara ef við metum þörfina þannig þá munum við ekki hika við að hækka vexti. Það er nú já, það var staðan eiginlega sem gefið er, til kynna. já, já, Seðlabankastjórinn gaf svona frekar til kynna að hækkun væri líklegri en lækkun já, já, já. næst eða þar næst. Já, og þannig að þetta er algjörlega klúðrast þetta verkefni Kristrúnar og hennar fólks að ná tökum á vöxtum og verðbólgu og eða verðbólgunni og í framhaldinu vöxtum. Já, Ég held meir og minna öll svo vaxtalækkun sem varð eftir að ríkisstjórn Kristrúnar tekur við er tilkomin vegna þess svona þeirrar þróunar sem komin var af stað já, fyrir kosningar og það mátti nú ekki seinna vera því að við höfum nú ekki gagnrýnt þá ríkisstjórn lítið fyrir lausatök í ríkisfjármálum en vaxtalækkunarferlið var vissulega komið að stað en nú hefur ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur tekist að stöðva það með sleggjunni sinni. já, já, og ekki hvað síst með því að halda áfram að bæta í útgjöldum Já, já. og að því marki að þau ger ekki lengur ráð fyrir að geta skilað hallalausum fjárlögum að þessu kjörtímabili. Áður Mm, var það þannig að síðast árið var það ekki átt að vera svona nokkurn veginn hallalaust. já, 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 En nú akkurat. er búið að senda það inn í næsta kjörtímabil eins og allt annað. Já, já, Þetta kannski lærðu af síðustu ríkisstjórn já, já, og já, ég held alltaf að erfið áttu alltaf að gerast á næsta kjörtímabili. heyrðu, nú verðum við að hrósa Loga Einarsinni. Já, Hann er klókasti ráðherrann. Hann sem sagt á menningarnótt eða hvenær sem það var tilkynna hann að nú verði byggt við þjóðleikhúsið en það já. sem fæstir tóku eftir var að það verður tekið skóflustunga á þessu kjörtímabili sem mun næsta ríkisstjórn setja uppi með vandann. Auðvitað. Þetta er Þetta alltaf var sem er bókin að lært. Þetta var alveg stórkostlega klókt hjá Loga að hann fær fínar fréttir þarna og mikið klapp á bakið og svo fær hann skóflustunguna 7 mínútum fyrir kosningar og svo bara já, svo verður bara já, það verður bara næsta ríkisstjórn verður bara að sjá um þetta. Þú manst nú eftir skóplustungunum og borðaklippingunum rétt fyrir kostningarnar. Það er Hlutir sem var ekki búið að ganga frá eða ákveða einu sinni. nei, það er átakanlegt algjörlega átakanlegt og og, og bara, það nú bara við þurfum nú einhvern tíma fljótlega bara svona bara til að passa upp á þá sögu að taka saman öll þau leikrit sama hvort það var opnun á meðferðarkjarna var það ekki upp í Mosó sem að aldrei ekki bara ekki varð heldur átti aldrei að verða. Já, já. Og nú allir fundirnir í Laugardalnum út af íþróttahöllinni og bara hvað eina. Þannig, Íþróttahöllinni og leikvanginum var það ekki. jú, Og, akkurat. og brýtnar maður. Brýtnar. Já, já, þetta var allt svona. Talandi En, um brýtnar, ég er nú mjög ánæður að sé komin svona bærileg tenging á milli vogabyggðarinnar og hérna nýju og yfir í þarna, ég er ekki alveg nógu klókur nei, er þetta ekki bara kallað yfir í vogana, sem sagt nýja göngubrúin yfir Sæbraut. já, Heyrðu, já, já, í það fyrsta lagi, glæsilega mannverki. hvernig tókst að láta þetta kosta 600-700 milljónir, en í öðru lagi, bara hönnuðurinn getur nú ekki hafa átt góðan dag þegar þessu var klambrað saman. Þetta Já, var, það þetta er, hefði verið hægt öruglega að fá ykkur að kalla á verkstæði til þess að sjóða saman þessa brú úr einhverju
einhver afgangsjarni og þeir þá panta meiri á að þyrfti að halda Já, fyrir bara miklu minni pening en þetta. finnið út úr þessu og það hefði kostað minna og litið betur út. Eins og okkar maður fyrir austan þegar menn voru búin að vandræðast með trén í öskjuhlífinni, Heyrðu, Einar Birgir bara endalaust, mætti og bara já, fjarlæði það sem þurfti að fjarlæga fyrir fyrir nokkrar miljónir, brotabrot að þar sem kostnaðinum. aðrir buðu mörg 100 milljónir. Já, 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 já. Hmm. Og Miðflokkurinn er í Finni á lausnabransanum. Akureyri þegar hann fer í að moka gödurnar, Já, ekkert vesen. það er bara, Uh, sko, fólk sem á erfitt með svefn ætti að fylgja, horfa á vídeo af því þegar Finni og hans menn moka gödunar á Akureyri. Það er algjörlega stórkostlegt. það er bara fegur á að horfa. Já, já, þetta er bara, þetta er næstum því svona listrænt, ljóðrænt einhvern veginn að sjá hvernig gödurnar reynsast af snjó Já, og öllu sem fyrir er. Þannig að, en þetta er, já, ætlar einhver að búa þarna á næturnar? Þetta er mannst eftir annari göngubrú sem er yfirbyggð. nei, ekki fljóttu bræði. Nei. Það var ekki lítið sem Reykjavíkurbúr þvældist fyrir því og dró að koma þessari göngubrú upp en á endanum var þetta nú en þetta var bara eins og þetta hefði verið einhverja ræðingabúði fyrir þarna Fossvogsbrúna, þarna dýrustu göngubrú í heimi. Já, já. Ég veit ekki, mennur ekki hrættir að fólk fara að henda ykkur drasli niður á brúnni. Agaleysið í Reykjavík sjálfið slíkt. Jú, jú, en ég Uh, meina þær eru allar opnar brýnnar sem að já, já, þeirra vissulega, Miklubrautina sko og Nesvegin, vissulega, ja, já, já, Nesbrautina, ég man ekki hvort það heitir. og kringlumýrarbraut, já, Já, þannig alveg að, rétt. þannig að það En, en þetta, já, þetta verður kannski bara eins og svona blokkflauta sem hann spilar í mig þessi random lög þegar vindurinn blæs. já, 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 það geti verið sko. En þetta er allavega, ég óska íbúinum þarna til hamingju með að komast yfir Sæbrautina svona þokkal örugt, en þetta er búin að vera mikil þrautaganga fyrir þá sem þarna búa, sérstaklega þarna í nýja hverfinu, að fá þessu í rauninni framgengt og að Já, því að það var nú líka, sko, þetta var inn í, þetta lá fyrir í skipulagi og þarfum til göttunum, þannig að fólk sem hefur verið að, og sérstaklega barnafólk, sem hefur verið að kaupa sér eignir þarna eða íbúðir í nýju byggðinni, það hafði bara réttmættar væntingar að þessi þverun væri komin fyrir mörgum árum síðan. já, Svo já, bara eins og með annað, eins og verður með, og hefur verið með Sundabrautina og meira með allar góðar ákvarðanir í samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins, þá hefur bara á þeim tíma Dagur B. Eggertsson og hans lið þvælst fyrir með öllum tiltækum ráðum. já. Og fegurðin kemst hvergi á dagskrá hjá skipulags yfirvöldum í Reykjavík. Nei, Svo mikið er víst. forða okkur frá því sko. Herðu en svona að því ég nefni í dag, þá Já, ef ekki að færa okkur yfir í það sem kallaði fram deleringar hans og fleiri í vikunni. Það er búið að vera já, það hefur verið stuð hjá okkar manni Snorra Másinni. já, já, já. Heldur betur. Og, og einum og kannski þegar að vera að kalla til lögreglu til að verja Þetta er heimilið náttúrulega þingmanns. Það er, fullkomin galskapur. það er orðið bara mjög alvarlegt. Já, Uh, en það er líka með þessi mál. Það er mikið hitt í fólki og erfitt að ræða innihaldið. Snorri í þessum þætti var náttúrulega uppleggið í þessu var svolítið sérstætt. Það leit svona svolítið út eins og hitt jobb. já, já. Byrjaði á því að sína eitthvað, segja hérna, Snorri Másson sagði nú eitt og annað og hvað finnst fólki um það og sínt myndband um það, hvað hann væri ómögulegur og hér er komin sérfræðingur frá hagsmunasamtökum og hvað finnst þér um þetta og hann auðvitað bara svona settur í varnarstöðu Mm og, og verðstimlega án þess og talaði hratt og mikið fannst sumum en það er að taka til þess að hann er settur í hann að verja sig gagnvart upplegginu og, og svo umræðum í þættinu. Er þetta En fyrsta hittjobbið hjá RÚV? uh,
Ég gæti hugsanlega, gæði mig tíma að rifja upp nokkur önnur. Já, Hugsanlega. þau eru ekki mörg. Nei, nei, nei. Nei, nei, sko, En, ég verð nú að viðurkenna að hérna, einmitt, svona ingangurinn var þetta til þess gerður augljóslega að stilla málið af og setja hann í vörn. En síðan eru þetta bara viðbröðin eru já, svo yfirgengileg og galin. Þegar ég hitti þannig á að ég var upptekinn þarna á semst mánudagskvöldi þannig að ég hérna kem seint heim eða svona lít seint á miðlana og já. hérna og sé þá bara allt brjálaði sem að byrtist þarna á netinu, á samfélagsmiðlum og komið inn á vefmiðlana. Og ég hugsa Mhm, með mér bara, Jeremías, ég ætla að geyma mér að horfa á, hérna, á Kastljósið, ég bara horfa á það í fyrramálið, bara annars bara get ég vantanlega ekki mhm, sofið. Svo horfi ég mhm. þarna á þetta bara eldsnemma á þriðdagsmorgunum og þá eins og oft vill verða, þá klóraði mér nú dálítið í kollunum og hugsaði bara hvaða yfirgengilegu viðbrögð Já, já. eru þetta sem að kallast fram vegna þessa. Býtu, hvað var verið að segja þarna sem réttlæti þessi viðbrögð? Og þarna Þetta voru, er svo oft svona. Það er ekki spurning um hvað menn segja, heldur hvað menn langar að nota sem tilefni já, já, til að ærast. þetta er svona gamla góða sko þegar menn sko gera öðrum upp skoðanir og skamma þá svo fyrir að hafa þær. Já, já. Og Sem þarna er var, ekki óalgengt í okkar samfélagi nei, nei, og nei, reyndar víðar. og þarna var semst Einar Þorsteinsson rokkin á hjörunum og búinn að gera sig að hálfgerðum bjána inn í Það var nú borgarstjórn með eiginlega þessari tillögu vandræðilegast af sko. öllu. Og sko, Hann og Hanna Dagur Katrín náttúrulega, Friðriksson átti nú ekki góðan dag sko nei, með reyndar, já. uppnefnum sko og Dagur B. Einmitt. Eggertsson náttúrulega er bara í einhverjum galskap sko og hérna og algjörlega magalenti síðan í viðtali með Siggu Andersen á Bylgjunni í morgun. Já, já, Sko, ég heyrði það. þannig en sko Hann hafði ekkert fram að færa nema bara að þylja upp frasana sína. Þá já, sömu og hann hafði notað í færslu um málið. já, já, Alveg óháð akkurat. því sko, hvað spyrjendurnir eða Sigga sögðu, hann bara hélt áfram að þylja upp sína frasa. Var hann þarna? Og Var þetta ekki bara einhver svona talgervill sem var að lesa upp pistilnas? nei, gervigreindin hefði nú gert betur, held ég. Já, Hún hefði það er bætt sennilega inn rétt. einhverju, sko. Mhm. Hún hefði getað svona brugðist meira við, Já, held ég. já, já, já. En svo er nú sko það sem mun nú sennilega sko, eldast verst í þessu held ég að sé nú sko innkoma landlæknis annars vegar og biskupsins hins vegar. Það, hvoru Já, þeirra já. gerði sér eða sínum stofnunum neitt greiða þarna. Biskupið tók sérstaklega fram að hann ætlaði ekki að gaggrína mitt af því sem Snorri sagði, en það hefði hún kannski lent í einhverju vandræða með það. En hún vildi gaggrína Ríkisútvarpið fyrir að hafa leyft umræðin að eiga sér stað. Svo eru menn Og, efis um að það sé einhverju þöggunartilburðir í gangi. já, já. Og svo landlæknirinn, það var nú svona eitt af furðulegri viðtölum álsins til þessa, við erum að hafa þetta í huga fyrir næsta áramót og þá. Mm, Uh, og það aftur var bara samansafn af frösum, algjörlega óháð spurningunum. mm, Þá kom bara einhver svona samsöða af frösum og í lokin aðspurðu hvað henni fyndist þetta að gera í þessum málum, þá bara, já, við þurfum, ég man ekki orðalagi nákvæmlega, en við þurfum bara að nota ritrýndar rannsóknir og leyfa vísindunum að leiða okkur áfram, sem var svona nokkur minna sem Snorri var að segja í þættinum. já, já, akkurat. En það er náttúrulega erfitt að gera upp á milli, en það var viðtal við, ég held að það var skólastjóri í Borgarholtsskóla, sem var búin að, sástu það? Nei, ég mista því. Hann var búin að gíra sig upp, hann var búin að gíra sig rosalega upp fyrir viðtalið og ætlaði Mætti alveg aldeilis grjótarður. já, að sanna að hann væri nú í stakkbúinn til þess að taka á svona kónum og það var bara sko, þarna er komin maður sem að geti alltaf verið að segja okkur að jörðin sé flöt. Það vita allir að það er ekki bara tvö kyn og hélt svona áfram alveg sko ákafur. uh, og ég held að þetta viðtal verði dálítið skemmtilegt áhorfs eftir einhver ár.
og Já, já. kannski fleiri vitul af þessu tilefni. Eh, Ég held að mjög margt sem að viðtöl, orð, statusar, að það mun mjög margt af því eldast illa og það mun að líkindum gerast hratt sko, já. en það mun falla þetta silfur, það er alveg örugt. En þetta er samt svo leiðinlegt við okkar samfélag og maður sér þetta víðar. Það verður alltaf til fljótt og auðveldlega og stundum af litlu tilefni. Svona hystería. Mhm. Og allir hinnir vanalegu grunnuðu mæta til leiks. Fólki sem stekkur á alla vagna sem eiga leið framhjá Já, já. til að reyna að sko, toppa hina Stekkur á í, öll Lúkasarmálin. já, já, nákvæmlega, öll þessi lúkkæsarmál og maður sér þetta gerast mjög ítrekað að allt í einu snýst allt um eitthvað mál þar sem að yfirleitt á sér ekki stanni inn rökræða og innihaldið verður aukaatriði en menn sjá tækifæri í því að viðra og sína dygðir sínar og, og flytja alla sína bestu frasa Já, já. að eigin mati. En sko, síðan sko, í þessu öllu, að því á endanum, sko, ef það er einhver einn megin punktur í þessu, þá hlýtur hann að vera, heyrðu, við verðum að geta talað um hvað sem er, hvena sem er og sérstaklega flóknumálin. Þú veist, Já, já, það er eina leiðin til þess að, já, ef það er markmiði sjálfum sér að draga úr, þetta er nú notað mismunandi orðið verið þetta, skautun, skotgröfum, polariseringu, hvað sem menn vilja kalla það. já, Ef já, að það er ef það er raunverulegt markmið að draga úr slíkum áhrifum, þá er eina leiðin til þess að ræða mál. já, já, Bara einmitt. opinskátt og með rökum. Sjáum nú bara hversu vel það gekk að forðast að ræða útlendingamál allan þann tíma sem sú staða var uppi. Já, já, þannig gera slysin og svo þegar að skaðinni skefur, þá spyrja allir, hvernig gat þetta gerst? Ja. Hvernig í óskupunum gátum við látið þetta þróast Svo svona? flotið svona sofanda feigðarósi. Já, Heyrðu, það voru nú bara actually, sko, það voru aðilar að reyna að tala um það. Þeir voru, það vísu bara alltaf kallaði rasistar, sko. En já, svona kakvað útlendingamálunum einmitt. og síðan áfram. Og það er auðvitað þannig að við erum svona alla jafna aðeins á eftir, nokkrum árum eftir, 4, 5, 10, sem við segja 20 í sömum málum. En sko við erum á eftir og á hverju þá ekki að læra af mistökum annara. Já, já, Og ef það er ein svona mistök sem eru svona alltumlykjandi, þá er það að heykjast á að ræða málin út frá staðrindum og svona og með svona þeim hætti að sko stjórnmálamenn eða hagaðilar að hvernig sem því er háttað geti tekist á um það sem undir er. einmitt. Sjáum til þau bara af hverju veist, er þessi svona tregða við að ræða til að mynda með hvaða hætti kennsla og svona það sem er kallað Já, sko uppfræðsla, innræting, bara það er mismunandi orð notuð um þetta. Til dæmis hvað varðar hinn ýmsu, já ég leið mér að segja svona kynferðislegu málefni hjá börnum. já, Bara, já, þú veist, ég held að það hefur verið í fyrra vetur, frekar veturinn þar á undan, sem við vorum nú svona af og til að lesa upp úr þessu kennsluefni í kynfræðslu fyrir börn, niður í hvað, mhm, 7 ára aldrei í mann rétt. Þetta var svona já, bara hlutir sem að maður hugsaði bara með sér, heyrðu, guð minn góður, leifum börnum að vera börn. Þetta er á ekki heima á þessum aldri. Og já. fleira mætti nefna. Og síðan Þetta voru svakalegi textar sem við vorum að alveg fjallum á sínum tíma. rosalegi, sko. Ég til dæmis treysti mér ekki til að lesa þá sem á upp. Já, Þú þess þurfti vegna að lendi taka ég í eitthvað því. af því að, já, Það, 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 ég get sagt áhörundum að það var ekki dregið um það hvor þetta að lesa þetta upp.
en hérna, sko, síðan bara atrið eins og sem eru bara, þú veist, mjög flókin þú veist, og umfangsmikil í umræðinni erlendis bara því að það er þetta komið þessum nokkrum árum á undan, bara, heyrðu, til dæmis bara þáttaka, sko, einstaklinga, sem sagt, sem að eru, hérna, fæddir karlkyns, hérna, í kvenna í íþróttum. íþróttum kvenna, já, 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 bara búningsklefarnir, fangelsin, búningsklefarnir, fangelsin, það eru komið upp svakaleg mál með það. ræðum þetta bara. Já, Á já, hverju má ekki ræða þetta? Því að ég held að þeim sem að sko, það er engum greiði gerður með því að ræða hlutin ekki. Þá nei, bara, sko, svona vex, svona, já, við getum kallað það andúð eða svona pirringur eða hvað það er, vext það í svona bara þar sem er búið að króa það af í stað þess að bara ræða málin og hleypa vandan með svo má segja svona upp í umræðin og einhvern veginn ræða menn segja skynsamlegri niðurstöðu. En ég einmitt, meina sko bara til upprýfunar þegar var verið að ræða mál hérna kynrænt sjálfræði 2019. já, Það þótti hinn sko mesta svívirða að hafa efasemdir það að bann við til að mynda að lækningum á einföldum kvillum eins og ofstuttrið þvagar og strengja. já, Það já, þótti bara, eða bara, eða eistun gangi ekki niður eins og gerist já, stundum, já, sko, og er auðvelt að laga, akkurat, það er gert í taka tíð að þá átt að banna það og mátt ekki ræða nei, og ég setti frá því og við þetta rættum það á sínum tíma og þú eru glögglega það sama að læknar höfðu margir samband við mig og meðan þetta var til umræðu og bara þökkuðu fyrir að einhver væri að benda á þetta að þarna staðið til að banna aðgerðir sem hefur þótt sjálfsagðar og gríðarlega lífsbætandi áhrif fyrir fólk já, já, alla æfi uh, en menn treystu sér ekki til að ræða dómberlega af því að ég bara þeir upplöðu það að starfið væri undir já, já, akkurat, og óttuðust viðbröðin. Og eins þetta með keppni í íþróttum og búningsklefarnir og fangelsin, þetta bara mátti ekki nefna. Þannig að það gengi frá þessu án þess að taka á þessum álitaefnum, mm, sem er þetta ekki gott. En eitt vil ég nefna í viðbót uh, þessi mál. Nú hefur því verið haldið fram meðal annars af þessum fyrirverandi borgstjóra, þessum samfylkingar fyrirverandi, mm, uh, kannski eru þeir báðir nokkur megin en ég er að tala um dag mm, að þetta sé allt einhver innflutt viðbrögð það að ræða þetta yfir höfuð sé einhver innfluttur vandi en það sem er innflutt er þessi fórnarlamba væðing mm, og ég er þeirra skoðunur að börnum eða öðrum sem að eru á einhvern hátt sér á parti eða upplifa sig í minni hluta af hvað ástæð sem það er sé engin greiði gerður með því að stjórnkerfið og skólinn og allir séu alltaf að segja þeim að þau séu í hættu og muni búa við endalösa fordóma og það verði sótt af þeim af íllum öflum og svona. nei, nei, Þá að ala börn upp í það að auðvitað menni er fá að vera eins og þeir eru og bara vera ánæðir með það og auðvitað mæti menn alls konar mótlæti í lífinu en það sé bara hluti af lífinu, menn eigi að takast á við það og ef að ykkur ræðst að þér með ofbeldi eða hótunum eða einhverju slíkur, þá áttu að bregðast við, þá áttu að gera viðeigandi ráðstafanir, láta vita af því og ætlast til þess að það sé brugðist við. En ekki ala börn uppi það að þau verði stöðugt að muni stöðugt þurfa að búa við það að vera fórnarlömb. nei, Það nei, er ekki góð leið til að búa krakka undir lífið. nei, nei, þetta er alveg hárrétt. En sko, er þetta ekki einhvern veginn sko partur af því að sko það er ýtt undir það svona í ákveðnum kreðsum
að það sé sko betra að vera fórnarlamb heldur en ekki. Já, Og já, það er það alversta held ég sem að sko börn og unglingar geta lent í að það sé útgangspunkturinn gagvart því sem á einmitt, eftir kemur. einmitt, Veitu, hvar endar það? Það endar auðvitað á þeim með því að barnið eða unglingurinn verður með einum eða öðrum hætti raunverulegt fórnarlamb aðstæðna af því að það já, ræður ekki við að bregðast við vanda sem að stæðja að. já. Það þarf að segja krökkum, veistu, verið ánægð með sjálf ykkur og ekki láta neitt vaða yfir ykkur uh, og viti það, þeir mætum mótlæti ef þeir komist í gegnum það. Það var allir, alla tíð mætt mótlæti, aðalatriðið er að hafa þolgæði og styrk, og trúa sjálfan sig og komast í gegnum það sem er óhjákvæmilegt að Akkurat. mæta mann í lífuna. Þetta er gott veganesti út í lífið. Ekki það að segja þér að þú sért lítill í þér, eigir að vera það fórnarlamb og getur ekki rönd við rist þegar á þig hallar. Það eru Einmitt. alverstu skilabúðin sem börn og unglingar og ungt fólk getur fengið. Já, Þannig að þetta er hérna, en þetta verður áhugavert að sjá hvernig málum myndu fram. Ég, sko, e, það er nú svona, hýenurnar, þær hérna, halda nú iðulega áfram þegar þær komast á bragðið, en sko, það er helvíti bratt finnst mér ef að á að halda lengi áfram með þessar árásir á Snorra vegna þess sem að raunverulega var sagt í þessum þætti þarna á mánudaginn. já, já. Ég meina, hvað getur Einar Þorsteinsson gert næst? Er hann í einhverjum félagsskap sem hann getur reynt að samna saman til álykta? Uh, Ég veit ekki hvað tómstundir hann yrkar, nei, sko, en þetta var svo átakanlegt eitthvað hjá ja, honum. það var það bara mjög vandræðalegt að ætla til þess að borgarstjórn ályktaði það að tiltekinn þingmaður mætti ekki hjá skoðanir sínar. Bara Og hvaða sirkus er þessi borgarstjórn eða orðin? Óháð þessu. já. Hvers konar samsetning er þetta? Það eru 23 þarna. Er enginn sem að getur komið einhverju viti í þessa samkomu? Bara, það virðist enginn á staðið upp og sagt bara, eru þið gengin að göflunum? Einmitt. Bara hlustið á það sem þið eru að segja, bara það ætti að duga að einhver segði þetta upphátt og þá myndum við bara halla sér eftir í stólnum og segja, ok, þetta er rugl, við erum komin til mýri, bara næsta máladagskrá, bara afgreiðum þennan kvist þarna, já, hérna í Vesturbænum, bara, heyrðu, þú veist, þetta er kannski sko ástæðin fyrir því að borgarstjórn í heild sinni er eins og einhvern regald undanfærin Já, já. misseri sko og meiri hlutin náttúrulega sko eins ráfandi og hægt er að vera. Málið með svona sófaaktivista er að þeir ruggla því saman að tjá sig með ákveðnum hætti eða flagga einhverjum fána og svo sko, því sem er gerst. Uh, menn telja oft að þeir séu sko, að gera eitthvað. Þeir séu að gera eitthvað sem að breyti hlutunum með því einu að segjast hafa áhyggjur af því. En það er engar lausnir, engin vilji til þess að rökræða eða fara yfir málinu og spá ég er eitthvað sem betur mætti fara. Nei, Það er nei, bara akkurat. að flagga áhyggjum og þá hallar menn sér aftur og hugsa, mér gerir góður. Ég er búin að gera mitt. Ég er búin að lýsa áhyggjum. Já, heyrðu, Þetta, já, fyrir maður að setja gott að þessu, en þetta er rétt að lýsa áhyggjum þegar að tilefni er til, en það sem ég á við með þessu er að þetta er oft svo innihaldslaust. já, Eh, algjörlega. Og, Já, og, ef þú vilt og, lýsa áhyggjum, lýstu því með rökum, lýstu því mm. hvað er að og hvað betur mætti fara. En hef ég ekki séð neitt að lýsa því hvað það var, hvaða orð það voru hjá Nei, Snorra á mánudaginn sem að struku viðkomandi svona öfugt. hvað er það sem ég á við? Enginn hefur dregið það fram. Þá getur við gagn í að lýsa áhyggjunum ef þú bendir á
byrju, þessi fullyrðing, þetta var ekki rétt og þar af leiðandi er mikilvægt að leiðrétta það, en það er ekki gert. Það farið í þetta með því að kasta fram brösum, digða flagga og þá sem enn, að nú er ég búin að sinna ég er góður, ég er í góða liðinu og, og get klappað mér á bakið. Já, já, akkurat, þá líður öllum vel. Já. Herðu, en svo verðum við aðeins að að ræða eitt sem að ég kannski fór ekki nógu mikið inn í áðan varðandi það með hvað hætti sko Inga Sæland og flokkur fólksins verða skilin eftir út í vindinum núna. En sko það verða náttúrulega, ég gleymd að nefna áðan að það verður þetta lögð fram fjárlög við þingsetningu. Mhm. Og það gæti nú orðið snúið að þar mun bara opinberast með hvaða hætti á að annarkvort leyfa verðbólgunni að grassera áfram sem er í ákveðnu samhengi auðveldast fyrir þessa vinstri flokkar sem nú stýra eða taka á málunum og þá eru mál Ingu Sæland og flokks fólksins væntanlega sko lent í gapastokkinum Já, og einhver fleiri. Það eina máli sem þarf ekki að huga að fresta er viðbyggingin hans Loga við Þjóðleikhúsið af því að hún á ekki að kosta neitt fyrir á næsta kjörtímabili. já, allir við gætum ekki séð fleiri frestanir. Ég held það sko. Já, þá geta það sagt, já, já, við ætlum að gera þetta. En þetta tekur gildi hefst 2028 Já, en, já, en við erum samt sko, við erum að fullera það að við ætlum að gera þetta þó að framkvæmdin kannski frestist um einhvern tíma. já, akkurat. Þetta En lærðum við á síðustu ríkisstjórn. þetta lærið á síðustu líkistjórn sko og fá þá klappið fyrir áformin en svo Já, þetta byrjar að sést í gegnum þetta allt saman. Það bara þú veist, menn átta sig á því að það var engin meining á bakvið áformin sem að voru kynnt, alveg sama hvort það eru 4 blaðamannafundir í Laugardalnum um þjóðarhöll og þjóðarleikvang eða hvað það er, bara já, þetta trúverðuleikin hverfur þetta bara mjög hratt. mhm, Og það sko, það má eiginlega segja, held ég, það eina, sko, sem að kannski raunverulega hefur tekist að íta áfram eru borðaklippingar og skóflustungur hjá Ingu Sæland á grundvelli þess sem að fyrir ríkisstjórn má þó eiga og hún vannað og sem snýrað hjúkrunarheimilum heimilum, sko. Þetta er, ég held að það sé ekkert af því sem að sem er búið að vera að taka fyrstu skóflustunga af eða klippa borða eða semst já, að íta úr verkefnum. Ég held að þetta sé ekkert nýtt þarna sko. nei, nei. En, en, Nei, nei, en en það verður kannski sett í nýjan búning eða reynt að gefa til kynna að sé eitthvað nýtt að gerast. já, akkurat. En svona nefnilega í þessu samhengi, sko, þá verður þetta munu við náttúrulega ganga mun lengra núna í því að gera breytingatillögu til að mynda gagnvart fjárlögum heldur en við höfum gert í Já, já, sem sagt þó að við reynum nú að vera aldrei litlir í okkur, sko, þá var umtalsvert fámenni í þingflokki miðflokksins á síðasta kjörtímabili sem að svona sett okkur smá skorður en samt ekki miklar til að mynda hvað varðar yfirgripsmikla breytingatillögur í fjárlagavinnu en nú held ég að sé óhætt að flagga því að það verði svona bent á fleiri atriði og gerða tillögur breytingar víðar heldur en þá var gert. já, já, án efa. Þannig að ég er Og- ég hef ekki verið jafn spenntur fyrir framlagningu fjárlaga í mörg ár eins og núna. Þetta Já, hljómar vafalust nördalegt en ég já, held já, að í þessum fjárlögum ráðist áldi svona hvernig þessi næstu misseri spilast bara vegna þess hversu mikil áhrif þetta mun hafa á verðbólguvæntingar og verðbólgu í framhaldinu samanborið við svona aðrar ákvarðanir ríkisstjórnarinnar næstu vikur og mánuði. án efa, Mm. án efa, en að gera það.
En síðan sjáum við bara, við hafa nú gagnrýnt töluvert á síðasta þingi þegar ráðherrar töldu einhvern veginn sko gildandi rétt vera það sem dinglaði í hugarheimum þeirra sjálfra, ekki sko hinn raunverulega gildandi rétt. Ég skrifa nú það í pistli í mokkanum sem byrtist í fyrramálið í föstudagmokkanum að sko rifja þá upp að Inga Sæland hafi sko ekki ætlað að skipa stjórn Tryggingastofnunar að því sko hún ætlaði að leggja fram lög sko og breyta lögunum setna, þá þyrfti hún ekki að Mhm. sko fara lögum þangað til og nú er bara flokksbróðir hennar mættur Eyjólfur Ármannsson og virðist bara ætlað að úthluta heimildum úr þessum svo kallar 5,3% potti sem er sem sagt byggðapotturinn í kvótakerfinu sem að innifelur almenna byggðakvótan og sértaka byggðakvótan, skel- og rækjubætur, línuívilnun, strandveiðarnar, sportveiði og eitthvað til. Heyrðu, Já, nú er hann bara búinn að lýsa því yfir að hann ætla að leggja fram frumvarp á vorþinginu. Sko, vorþingi byrjar sko í lok janúar, en já, sko já, fiskveiði ári byrjaði á mánudaginn, einmitt. síðasta. Og Og maður, hvenær er þetta frumvarp tekið gildi? Á næsta kjörtímabili eða? heyrðu, sko, það er náttúrulega bara þannig að sko, við vitum nú hversu vel hefur gengið hjá Flokki fólksins að koma málum sínum í gegnum þingið. Þannig að sko, ég myndi halda að þetta er í fyrsta lagi tilbúið þarna einhvern tímann í júní, mögulega miðjan júlí ef framheldur sem horfir, ef það verður nýja reglan að funda alltaf í júlí. En sko, Já, já, þetta er auðvitað sko bara frundaskapur gagvart þeim já. fyrirtækjum og sveitarfélögum sem að reiða sig á kvóta úr þessum byggðapotti. Ég bara skil ekki hvað ráðherranum gengur til. Einmitt. Og ætla hann komið með leigubílafrumvarpið? Eða ætla hann sé búin að hugleiða reglugerðina? Hann er búin að vera að hugleiða hana núna í allmarga mánuði. Þegar hann kynnti Heyrðu, frumvarpið síðast, þá var hann að já, hugleiða að gera breytingum með reglugerð. Það er ekki varðandi að menn ætti að taka próf í íslensku. jú, akkurat. Og í sumar, þá heyrði ég viðtal við hann var ennþá að hugleiða þetta, hvort það væri hægt að gera þetta með reglugerð. Ætla hann sé búin að hugleiða? Það, það, það er vandur slíkt að spá, ég efast það. En sko, enn hefur ekkert, sko, ég var nú búin, ég held ég hafi tvígang spurt hann í fyrirspurnatíma í þinginu varðandi svindlið. Hvort hann ætlaði sér að sko láta menn annarkvort endurtaka eða bara hreinlega sko svifta menn leifinu sem þeir fengu á grundvelli svindl í próftöku því að menn voru bara með Já, síma með sér og leta einhvern aðeil út í bæ taka prófum fyrir sér í raun þó að já, þeir hafi hakað við boxið sko, þá voru þarna aðelar sem hvorki skildun, beinlins gátu tekið þetta próf en einmitt. fengu nýju og og svo er þetta bara sagt frá því hvernig það atvikaðist með þessu svindli sem þarna átti sér stað. Já, enn hefur ekkert verið gert til að vinda ofan af þessu. Nei, nei, nei. Þannig að, Nei, nei. þannig að ég held að þetta sé mér er til efs já, jú, þetta kemur nú væntanlega fram aftur málið en ætli við reistreipið það bara ekki aftur. Ég held ég hafi heyrt Eyjólf eða einhvert til að segja að það væri verið að skoða hvort að svindl hefði átt sér stað. Ég Er hef að heyrt sögur um skoða? það. Þetta var bara í fréttum Þeir eru líka á að skoða sínum hvort tíma. heiminin sé blár. Það var talað við fólk sem að hjálpaði til við að leysa prófin og sérhæfði sig í því og seldi þjónustu sína. Það var rætt við það í fréttum. Já, Uh, þetta er náttúrulega bara einhver undansláttur. já, já, ekki það. Daleg, já, maður bara veit ekki hvað skal segja við svona dellu sko. En talandi um undanslátt, þá ætlum ég að spá því að ef að einhver sitjandi borgarfulltrúi döngun í sér til að leggja fram áhugaverða fyrirspurn, þá bara skora ég á alla sem þar sitja núna að taka þennan bolta. Ég fekk sent skjáskot Mm. þar sem að þeir í þvert á flokka sem að hafa verið að halda úti fundum á Austurvelli núna undanfarið og lýsi verið áhyggjum af þróun mála sem sagt hvað hælisleitendur og fjölda þeirra og annað slíkt varðar. Það Mhm. var í tengslum við það birti hér aðili þeim tengdum á
Facebook skjáskot þar sem var sýndur reikningu frá Reykjavíkurborg upp á 53.500 krónur fyrir eins og það stendur litla fjölda samkomu skástrík mótmæli að koma saman á Austurvelli og þetta er sem sagt brot úr degi allir upp og koma sér ekki svona klukkutími eitthvað svo liðis. Þetta er kvöldu aðstöðugjöld. Og þessi aðili, ég sé nú bara ekki nafnið á hann, það er svona, það sést ekki á skjáskotinu sem ég fekk sent. En Mm. en hann veltir hérna fyrir sig hvað kostar að vera þetta í heilan sólarhring eða heilan mánuð, líkt og tjaldborgin sem var þarna í desember 2023 til janúar 2024 Ná, og og nú væri nú bara áhugavert að heyra hvort að hver reikningurinn var fyrir þann tíma, fyrir þann félagskap sem það hélt úti mótmælum hafði þar tjaldbúðir en það er eitt sem hann getur alveg bókað með borgaryfirvöld. Það er ekki sama hver er. nei. En sko ef að þessi sko félagskapur sem að þarna hefur komið nokkurum sinnum saman með mjög friðsamlegum hætti er látið borga 53.500 í hver skipti sem að þeir hittast þarna í klukkutíma þá Já, bara er mjög áhugavert ef að tjaldbúðirnar sem þarna stóðu í desember og 23 og janúar 24 þær voru aðstöðu gjaldslausar. Það verður einhver að spyrja þessu. Nú kalla ég það bara út borgarfulltrúana. er alveg endilega, Mm. en það verður líklega fátt um svör. En Já, um að gera, krefjast svara. ég sé Ég, hérna, ég er að skoða skjáskotið og þetta er reikningurinn er frá einhverju sem heitir eftirlitsdeild. Ég held að það veri allir að já, vinna á miðlægri skrifstofu borgarstjóra. það er betra að fyrir deildir, þá er þetta að koma fleira fólki fyrir. Já, Og og þeir hvað ætli til dæmis margir upplýsingafulltrúar í eftirlitsdeildinni? allavega eitt sko, Já, lítur úr það. gæti þurr tvo. Kannski getur hann svarað þessu. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. Það er þó ekki víst. Það er ekki víst. Heyrðu, En ég ætla þess að vera að leggja aftur fram frumvarpið mitt um að Alþingi taki skipulagsvaldið af já, borginni það á er bara Alþingisreitnum. það þó fyrr hefði verið sko. Erðu og losna ég þá við svörtu keiluna? Já, 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 alveg henni. Ég klúraði því algjörlega á síðasta þingi og það var kannski að því að það byrjaði seint og svo var náttúrulega ruglið svo mikið þannig undir lokina. Ég klikkaði á því held ég allavega í fyrsta skipti í mörg ár að hvetja forseta til þess að hlutast til að fara að ákvörðun forsætisnefndar frá, ja, ég held að það sé 2012 frekar en 14 að þetta skuli Mm, fjarlægt já. þessi níðstöng sem að Segðu fólkinu sem veit ekki hvað svarta keilan er. Svarta keilan er þarna þessi ljóti grjótnullungur sem er Já, fyrir framan ingangin í skála Alþingis. Var fyrst beint fyrir framan aðalingangin og var síðan færður þarna svona 20 metra til hliðar og er núna beint fyrir framan ingangin í skála og þetta er já, svona einhvers slags níðstöng sem að já, Reykjavíkurborg með því innvolsi sem þá var við stjórnvölin setti þarna niður og á já, að vera einhvers slags minnisvarði borgarlega óhlýðni. Og það eru þetta átakanlegt og í raun ömurlegt að já. Reykjavíkurborg sendi alþingi fingurinn með þeim hætti að þarna fyrir framan sko hús löggjafavalsins sé eitthvað í þessa veruna. Ég skil bara ekkit í að menn hafi ekki gert gangskur í því að fjarlægja þetta og færa á einhvern annan stað ef að menn og annar börðu vilja halda upp á þennan ósóma. Hugsaður Alþingi svo lítið í sér að það láti þessi borgaryfirvöld að komast upp með það að bregðast ekki við. Því eins og segir, það var áleitað þetta fyrir mörgum mánu síðan. Og Já, já. þessi tillaga sem ég hef nú flutt nokkrum sinnum, varðandi skipulagsmálin hana, það er nú rétt að geta þess að og hún kom fyrst frá þingforseta Samfylkingarinnar, Mm, akkúrat. Ástur Ragnheiði, Já, uh, og ég stutt hana þá og taldi hana mjög góða og fekk leyfi til þess að endur flytja þetta. já.
Já, En ég svona er verði þetta. ekki, ég vissi ekki að því Ásta Ragnheiður hefði fluttið það fyrst. Já, já, já. Hún var, hún Hún var, gerði það. má ekki segja þegar á reyndi, þá var hún forseti alls þingsins. Jú, ég held við getum alveg gefið henni það. Hún var oft mjög pyrruð út í mig, Já, já, ég einhverju meina, hluta vegna. hver er það ekki? Uh, var frægt þegar hún sló 23 sinnum í bjölluna þegar ég var nú bara rétt að reyna að klára ræðuna mína. Sko, þeir sem sátu heim í Uh, stofu og horfa á alþingisarásina fengu í eirað. já, ég hef aldrei fengið fulla heyrn í hægra eyra eftir þetta. Mm. En já, ég var svona, ég var í stjórnarandstöðu á þessum tíma, en það höfum ekki talað mjög, höfum ekki talað mikið fram yfir. Sumir temja sig það að tala 30 sekundur eða 1 mínútu fram yfir tíman. En ég þurfti nú ekki að tala svo lengi til þess að fá þessi 23 bjölluslög. Ég En verð að engu að viðurkenna. síður ætla ég að segja að það er rétt að Ásta Ragnheiður, hún leitaðist við að vera forseti alls þingsins. Já, svona úr fjarska þá, hafði ég þá svona á tilfinningunni að hún væri ekki alltaf að gleðja Jóhann og Stengrím. Nei, nei, svo mikið er víst. Svo mikið er víst. Og var nú ekki sérstakt tilefni til miðað við drasli sem þau bar á borð, en hvað veit maður, hvað stöðu fórseti finnur sig í hverju sinni. Já, Já, heyrðu, ef við ekki að fara að kalla þetta gott, það verður mikið stuð að vikuliðinni hjá okkur, þá verður þingmálaskrán komið fram, já, fjárlög verða komið fram, stefnur að umræðan verður búin. Ég held að það verði allt á leið í hershendur þá. Allt á það leið held ég líka. í hund og kött. Og ég get sagt þér eitt í viðbótum Ástu Ragnheiði. Mm, Hún hefði aldrei látið hafa sig út í það að beita kjarnorkuákvæðinu, en það gerðum sér grein fyrir því hvaða slíkt myndi hafa í för með sér. já, akkurat. Það er nú málið, sko, engin veit hvað áttuðu fyrir misthefur og það að hafa ekki beitt þessu ákvæði, í því eru all nokkur verðmæti. En sú staði er breytt núna og það er í raun allt breytt eftir það, Albreytt, já, já, eftir það, þessi lok þingsins núna í júlí þegar valkyrjurnar gengu fram að sjálfur sér. já, já. Og fórnum við öllum öðrum málum Já, já, í leiðinni. En það var svo sem ekki bara þetta atriði, það var eitt og annað í aðdragandan en það sem að þessi stjórn sýndi að hún teldi sig ekki bundna af venjum, hefðum, reglum, jafnvel lögum. lögum. Já, já, uh, og það er náttúrulega óhjákvæmlega hefur afleiðingar. akkurat, það er nú málið. Herru Sigmundur, við köllum þetta gott í kvöld. Kæru Jep, áhörundur, takk fyrir að hlusta. Við verðum hér aftur að viku liðinni með stútfullan þátt á sjónvarpslausum 50. Ég hlakka til að þingið hrökkvi í gang og þetta verður, ég held að það verður skemmtilegt hausting. Erum við ekki bara já, já, brattir? heldur betur. Herru, aftur, kæra þakki fyrir í dag. Við heyrumst á viku liðinni. Bless, bless. Takk fyrir, bless.